Góðan daginn. Er ekki þetta límir? Jú, hefðu flott. Verið velkomin á þennan fræðslufund skrásetjara. Það er í gangi hérna viðverulisti. Hann er að ganga hægt og bítandi því merkið endilega við nafni ykkar og láta hann ganga svo við getum farið yfir mætingarnar. Og hérna, ég teka fram á eftir en teka bara strax fram núna að það er verið að taka þennan fund upp. Þetta vonandi tekst allt saman og þeir sem eru heima geta sett spurningar fram á chatinu á Teams og Sigga hérna fylgist með því. En öðru leyti þá erum við með mikrofón. Sigurgeir er hérna með mikrofón sem við látum ganga salin. Ef þið viljið spyrja spurningu og ætla að biðja ykkur að bíða eftir að mikrofónin er komin svo spurningin heyrist í upptökunni. En eins og ég segi bara frábært að sjá ykkur hérna og finna fyrir ykkur á streyminu og heimur skráningar er alltaf yndislegur og skemmtilegur. Ég heiti Þorsteinn Gunnar Jónsson og er kallaður Doddi, er formaður skráningaráðs og við munum fara yfir víðan völl þennan morguninn, var alveg eins og skráningaráð hefur gert í allan vetur. Svo skemmtilega vill til að ég er hérna með útprentað, ég nota pappírinn aftur, þannig að þetta er allt saman gert undir umhverfisverndarsjónarmiði, en ég er hérna með allar fundagerðirnar, þannig að ég datt í hug að til að kynnast starfinu okkar, ég myndi lesa þær bara allar upp, svona þannig að þið kynnist starfinu hvað við höfum verið að gera, ekki nema þið hafið lesið fundagerðirna sem hafa verið birtar á netinu. Nei, ok, það er ekki stemmar alveg fyrir því, en við munum allavega að hlýða á 5 fræðinga tala ólík efni tengd skráningu og öll hafa þessi efni, mismikið þó, verið rædd á fundum okkar í vetur. Og talandi skráningaráðið, þá vil ég nú bara þakka þeim Sigurgeiri, Siggu, Maríu og Sigrúnu og þetta Gúrunum, Kristínu, ég hef kallað hana Gúru, en þetta hefur verið einstaklega fræðandi og skemmtilegur vetur. Alltaf skiptust Sigga, Sigurgeir og María á því að skrifa fundagerðir og við höfum svona haft það að stefnu að reyna að koma þessum fundagerðum sem fyrst á netið svo þið getið fylgst með okkur. Jú, við erum skráningaráð og til okkar er leitað. Við höfum fengið fyrirspurnir og reynt að svara þeim að bestu getu. En við höfum líka gott af því að þið fylgist með okkur í gegnum þessar fundagerðir. Hver hérna hefur til dæmis lesið fundagerð nóvemberfundarins okkar þar sem að Doddi var stór skemmtileg skráninga vandamál. Ég man ekki hvað vandamál það voru. Þetta var bara ágreitt, þetta er svona eins og eitthvað doppelt vandamál, þetta var ágreitt sem sagt, hérna, og það er örugglega að komast að því hvað það hefur verið. En þetta sem sagt er eitt af þeim sem við höfum gert og við sem sagt höfum öll okkar skyldur. En það verður einmitt rætt það hér á efni á eftir, Sigrún. Svo hengur fyrirspurnir okkar sem snýst og fjölda þeirra. Ragna ræður það hér á eftir. Safnfærslur fá sitt pláss og gervigreind í formi sjálfvirkar skráningar og svo skráninga á mismunandi letri og stafrófi. Annað sem var tekið svolítið fyrir hjá okkur í vetur var gamli OCLC aðgangurinn að skráningafærslum á markformi og reyndar heitir þetta Worldshare eða Record Manager hjá OCLC núna og við fengum pröfu aðgang að þessu í 2-3 mánuði og eins og það hafið eflaust lesið í fundagerðunum á netinu. Það var á endanum ákveðið að þetta borgaði sig ekki út af því að þetta var lítið notað. Þjónusta sem var bara ekki þess virði, hreinlega. Leitið viðföngum í Ölmu tekur náttúrulega vissuleyti við einhverju af þessu, en manni hefur stundum fundist og heyrt það að niðurstöðuna þaðan ef þið hafið notað það þegar þið eru að skrá að okkur finnst það ekki alltaf vera með jafngóða niðurstöður. Þannig að það er vonandi eitthvað sem á eftir að bætast eða stendur til bóta og svo tókum við fyrir hérna orderið. Það er nú eitt sem er svolítið heitt og nýtt og kemur til með að vera svolítið spennandi að maður getur bara panta bók á Amazon og tengt það við og þá er komin skráning, en þetta er algjörðu byrjunarstigi þannig að við munum ræða þetta í haust, þannig að það er heilmikið líf og fjör hjá okkur. Skín og skúrir, en við förum ekkert nánari við það. Við erum komin hingað til þess að hlusta fróðleg og skemmtileg erindi
tengd skráningu. Við munum byrja á sjálfvirkri skráningu á Landsbókasafni sem Kristín Lilja Thorlacius Björnsdóttir gæðastjóri Gegnis sér um. Hún ætlar að segja frá nýju verklagi í skráningu á Landsbókasafni. En í byrjun þessa árs byrjuðu þau að draga lýsugögn sjálfvirt úr gráu skýrsluefni og taka á móti Onyx lýsugögnum frá danska raf- og hljóðbókaútgáfunum Saga Egmont. Unnið með þessi lýsugögnin í kerfi Landsbókasafns sem heitir Lísa og þaðan þeim hlaðið bæði í Ölmu og rafhlöðuna. Á eftir henni stígur svo Ragna Steinarsdóttir í pontu og fer yfir efnisorð þar sem góð vísa aldrei of oft kveðin. Hún ætlar að fjalla vítt og breytt efnisorðin og nafnmyndastjórnun. Hún fer yfir hvernig nafnmyndum stjórnað og hvernig vinnan fer fram. Það verkefni og verksvið nafnmyndaráðs, Landsbókasafns, Háskólabókasafns og efnisorðaráðs Gegnis. Hún mun svo fara aðeins í þætti nafnmynda og marksmið fyrir nafnmyndir, indexa og hvernig á að sækja nafnmyndir. Að lokum fjallar hún almennt efnisorðagjöf og fræðin að baki. Sigurður Finnsson kemur svo og fylgir í kjölfarið og ætlar að segja okkur frá nýju verklagi varðandi safnfærslur. Það mun auðvelda notendum að átta sig á því hvar safnefni staðsett strax í leitarniðstöðum á leitir.is í stað þess að þurfa að ráða fram úr óskiljanlegu dulmáli safnkofana. Erindi hans verður svona nokkurs konar upphitun fyrir hinn geysivinsæla lið kaffi, en þá verður boðið upp á veitingar í boði Landskirfa sem við fyrirfram auðvitað þökkum kærlega fyrir og starfsfólkinu hér í skólanum fyrir þeirra liðsinni. En að þeim loknum förum við svo í undursamlegt ferðalag skráningar á mismunandi leti og stafrófi undir styrkistjórn Maríu Bjarkadóttur. Hún ætlar að segja okkur frá því hvernig á að skrá efni sem ekki með latínuletri, því innkaup á efni á tungumálum sem nota ekki latínuletur hafa aukist mikið því í takt við svona aukna áherslu bókasafna á fjölmenningu í samfélaginu. Tímabært var að samræma skráningu og skilgreina verklag fyrir efnið og var starfshópur skráningaráðs skipaður sem setti fram tillögur að verklagi. Þær tillögur hafa nú verið samþykktar af skráningaráði og María kynnir þær. Að lokum mun svo Sigrún okkar Hauksdóttir fara yfir skyldur okkar skrásetjarana og ljúka þannig með formið dagskrá. Svo verðum við með spurningar. Við ætlum að reyna að hafa aðalspurningar kannski í þeim hluta í lokin. Ef það brennur eitthvað á ykkur, þá sjáum við til hvernig tíman líður. Ef við svona ætlum síðasta hlutan fyrir spurningar, svona reynum að hafa það þannig eða ekki. Ef það einhverja 1-2 brennandi spurningar, þá kannski getum við hleypt þeim að, en þið sáttið það að hafa þær í lokin bara? Já, eða eins og ég segi brennur okkur, skulum bara verðum að sjá hvernig tíman líður eða ekki. Við viljum ekki byrja kaffi og seint. En við bara tökum stöðuna, við reynum að koma þessu að og eins og ég segi þá verður þetta skemmtilegt vonandi og eins og við í skráningaráði höfum skemmt okkur á fræðstofum fundum okkar. Þá fræðslufundurinn eins og þessi ákveðið hámark eftir veturinn og fyrir sumarfrí. Því ekki eftir neina að bíða en að hefja dagskrárna. Sigga, eins og ég segi, hún fylgist með Teams og það hægt að senda fyrirspurn með textaskilaboðum, svo endilega nýta ykkur það því sem heima í vinnusítið og við munum svo endurtaka spurningar úr sal svo allar heyri ef að mikrofónin ekki í lagi, en vonandi mikrofónin í lagi. Og við minnum á að upptökur af fundinum verða algengilega fljótlega eftir fundin. Ég vil því biðja hana Kristínu Lilju Thorlacius Björnsdóttur, gæðastjóra Gegnis, að koma hingað upp og hefja fyrsta erindi dagsins, sjálfvirka skráningu á Landsbókasafni. Gjörðu svo vel, Kristín.